Góðan blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og forstöðumaður í Lofstone Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú. Ákveður núna erum við að halda áfram að díla við þessa spurningu sem við ætlum að taka í nokkrum pörtum. Ef Guð er almáttugur og góður, af hverju er illska og þjáning í heiminum í dag? Og í þessum í parti 4, þá ætlum við að díla við náttúruhamfarir. Við erum búin að tala um að flest öll illska sem á sér stað í heiminum í dag er hægt að rekja beint eða óbeint til verk mannsins, en það eru margir sem myndu segja hei, býttu nú alveg rólegur, hvað með náttúruhamfarir? Við erum ekkert hérna að biðja jarðskjálfta eða flóð eða hvað sem það er. Þú getur ekki klínt þessu yfir á okkur og þú myndir hafa rátt fyrir þér. Við skulum fara í 1. Mósebók 3. kafla og sjá af hverju við myndum hafa rangt fyrir okkur og við myndum halda að við værum saklaus af þessu. Hér er sköpunarsagan búin að eiga sér stað í 1. Mósebók 1. Eden búin að fullkomin í 1 kafla, Adam nær að klúðra öllu á einum kafla. Þeir falla í synd, þeir ákveða að treysta ekki að Guð sé góður, að hann sé að leitast eftir hamingju þeirra og halda að hann gæti hugsanlega verið að fela einhverja hamingju, einhverja meiri gleði sem hann er ekki að segja þeim frá og ákveða að óhlýðnast Guði og inn kemur syndafallið, inn kemur synd inn í heiminn þar sem að við byrjum að fjarlægjast samband okkar við Guð og svo framvegis. Hérna er hann að segja hver afleiðing þeirra er og hann talar við Adam hér í 1. Mósebók 3. kafla, vers 17-19. Við Adam sagði hann, vegna þess að þú hlýddir rödd konu þinnar og ást af trénu sem ég bannaði þér að eta af, þá sé akurlendið bölvað þín vegna. Með erfiði skaltu hafa viðurværi af því alla þína ævidaga. Þyrna og þistla skal landið gefa af sér og þú skalt lifa á grösum merkurinnar. Í sveita þíns andlitis skaltu brauðs þíns neta þar til þú hverfur aftur til jarðarinnar. Því af henni ertu tekin, því að mold ert þú og til moldar skalt þú aftur hverfa. Þannig Guðurinn að segja við hann að núna héðan í frá orsökin af því að þau fóru á móti Guði er að jörðin mun ekki vera eins og hún á að vera. Sköpunin sjálf, ekki bara mannshjarta það við fallið frá Guði, heldur að sköpunin sjálf núna þjáist. Og við sjáum í Rómverjabréfinu 8. kafla svona svipað sem Páll er að segja í versum 22-25. Við vitum öll að sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríðir allt til þessa og ekki það eitt, heldur stynni við sem eigum frumgóða andans einnig með sjálfum okkur, menn við bíðum þeirra stöðu Guðs barna sem í vændum er með endurlausn líkam okkar. Í þessari von erum við hólpin, von sem menninni sjá framkomna er ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, bíðum við þess með þolinmæði. Þannig að þannig er Páll og Móse er hann að segja okkur að sköpunin er ekki eins og hún á að vera og af hverju er hún ekki eins og hún á að vera? Það er þetta að rekja það beint til val mannsins, að maðurinn ákvað að treysta ekki Guði, að hann var að leitast eftir þeirra góðvild, að hann væri góður og leitast eftir þeirra hamingju og þeir héldu að kannski væri hann að fela eitthvað frá þeim. Þannig að jafnvel það að jörðin er eins og hún er, að þjáningin sem að náttúruhamfarir eiga sér stað er eins og er á endanum hægt að rekja til okkar og það að við afnýtum Guði. Og það sem mjög magnaður að þegar Jesús er í Lúkasarguðspjalli, hann er að tala þjáningu fólks og talar hann að sérstaklega sem lítur út fyrir að vera náttúruhamfarir þegar turn féll, kannski er það jarðskjálfti sem felldi turnin eða hvað, og hann gerir nákvæmlega öfugt við það sem að margir gera þegar þeir fara í sjónvarpið eftir að eitthvað slæmt gerist. Margir kristnir fara í sjónvarpið og segja að þetta er Guð í rauninni að sýna reiði sína yfir einhverju sérstakri synd eða svoleiðis, og Jesús hér í Lúkasarguðspjalli í 13. kafla, fyrstu 5 versunum segir þetta. Í sama mund komu einhverjir til Jesú og sögðu honum frá Galilíumönnunum sem Pílatus lét drepa þeir færu fórnir sínar svo að blóð þeirra blandaðist fórnarblóðinu. Jesús mælti við þá, haldið þér að þessir Galilíumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galilíumenn fyrst að þeir urðu að þola þetta? Nei, segi ég ykkur, en ef þið takið ekki sinnaskiptum munu þér allir farast á sama hátt. Eða þeir 18 sem turnin féll yfir í Sílíón og varð að bana. Haldið þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerúsalem búa? Nei, segi ykkur, en ef þið takið ekki sinnaskiptum munu þér allir farast á sama hátt.
Það að við sjáum þjáninguna, það að við sjáum að jafnvel náttúran sjálf bregst okkur aftur og aftur, ætti að keyra okkur í æðri von heldur en náttúran hefur upp á að bjóða. Við ættum að sleppa því að lofa munaðarlífið og lofa hinn eina sanna Guð. Og það að segja í rauninni, ef þú tekur ekki sinnaskiptin, ef þú snýrðir ekki frá því að lofa sjálfa þig, að lofa munaðarlífið og snýrðir að hinnum eina sanna Guði, að þá mynd þú ekki hafa von. Að þessi náttúruhamfara, þessi þjáning, þessi ilska ætti að ýta okkur í faðm Guðs, ætti að ýta okkur í hafa von þar, því að ef þið takið ekki sinnaskiptum, ef þið snúið ykkur ekki til Guðs og takið við þeirri gjöf sem hann gefur ykkur í Kristi, þá höfum við enga von að við munum deyja og við munum aldrei upplifa réttlæti Guðs, við munum aldrei upplifa að tár okkar eru þerrir af Guðs sjálfum, við munum aldrei upplifa þá góðu sköpun sem Guð hefur í huga fyrir okkur í hinnu komandi lífi. Þannig að þarna að segja að þjáningin ætti að keyra okkur til Guðs, keyra okkur í að snúa frá að elska sköpunina og snúa okkur í að elska skaparann. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.